þarna Hér mætast Argeir Friðriksson á Hófstótt og Jón Smári Eyþórsson einnig frá Hófstótt, en þeir þekkist mjög vel, eru æfingafélagar. Það er spurning hvað þeir gera í dag. Það er mikil stærðarmunur á þeim. Það er mikil stærðarmunur en ekki mikil getumunur. Nei, mjög svipaður. Já. Hann svipur í margar helgi, Jón Smári. Það dugir skammt. Það dugir skammt og menn með ekki halda aðfæðum á lofti meira heldur en einn hring, þannig að það er spurning, og svo einnig fór hann öfugan hring, þannig að dómararnir aðvara hann. En Argeir er vantilega að keppa hér í sínu síðasta móti, 36 ára aldri, hefur keppt alveg gríðarlega oft og góðum árangri þarna. Nú er spurning hvað dómararnir mæta þeim, en Argeir náði þarna góðbræði, missi jafnvægi, eftir niður um hén. Það var þetta vantanlega ekki falla því að hann tók bræðið og fjallir um hén. En Jón Smári síðan fellur í völlin, þannig að það lendir þarna á andlitinu og beint á andlitinu, en aftur á móti Argeir tók beint niður um hnéð og dómararnir sáu þetta og tók beint niður um hnéð Argeir áður en að Jón Smári féll. Þannig að þeir eru með það algjörlega á hreinu. En það verður glimt hér áfram. Það verður glimt hérna áfram. Góð krækja þarna hjá Jóni Smára, gríðarlega öflug krækja. Spurning hvort að Argeir hafi eitthvað mitt sig. Þetta eru nú hraustir menn og vanir ýmsu. Já, þeir eru vanir ýmsu þessi. Það er spurning hvað. Argeir kvenkar svo lítið í handleggnum. Þarf nú eitthvað til. Það er að fresta þessari viðureign í bili. Í bili, já. Það er ekkert að fresta henni meira heldur en einnig umferð. Þetta sjáum við krækjuna. Já, hann lendir illa þarna á albúan. Já. Og hér mætast þeir aftur. Já. Eftir að henni var frestað þarna lítið þegar Argeir kvenkaði sér aðeins í handleggnum. Og það var 1 mínúta 30 sekúndur eftir, þannig að það er nægur tími til þess að sækja vinning í þessari glímu. Og Argeir er greinilega einbeittur, hann ætlar ekki að láta þessi meiðsli hafa áhrif á sig og byrja strax með góðu leggjabræði. Hann er með mjög góða fléttu upp úr leggjabræði og fer síðan í hábræð. Opna með leggjabræðinu og utanfótakrókur Jóns Smára. Þeir beita þessum bröðum mjög snarplega og þetta var öflugt hábræð hjá Argeiri, en Jón Smári er Varðist vel og nú þarf að hnýta skófengsin. Já. Það er ýmislegt sem getur komið upp á. Já, þannig heitir lengi þá þarf allt að vera klárt. Eins og ég ætlaði að segja, þá er Jón þrátt fyrir hann líka maður, þá er hann skaplega flinkur og fimur og getur varist vel í gólfi. Já. Þeir eru mjög jafnir. Og þeir eru áþekkir. Þetta Argeir er, má segja, þjálfari Þingeyinga, þannig að hann er greinilega búinn að kenna kannski of mikið. Nei, eða of lítið. Það er svona spurning hvernig það lítur á það. Þannig að þeir eru greinilega farnir að læra inn á læri meistara sinn. Já. Nú hægist aðeins á glímunni og þeir svona bíða færis. Byrjuðu með miklu látum. Og hérna utanfótakrókur. Nei, þarna náðan góðum utanfótakróka Jón Smári. Og hvað segir dómararnir? En það hann hljóta að sigra. Og hann segir það hér. Já. Hann poppaði niður. Það er svona eins og hann fylgdi hann svolítið eftir, en það er nú kannski bara... Þarna sjáum við þetta aftur. Þetta fyrir með utanfótakrók. Jón Smári. Já. Þeir eru á gráu svæði, ekki?